Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl aftur, við ætlum að vera í körfubolta í seinni hluta þáttarins. Við hittum 3 körfuboltakappa sem ræða við okkur körfubolta fjölskylduna en það átaksverkefni fyrir landslið Íslands. Íslenska körfuboltalandsliðið tekur þátt í lokakeppni stórmóts í fyrsta skipti næsta sumar. Af því tilefni hefur svokölluð körfuboltafjölskylda verið sett á laggirnar þar sem til stendur að afla fjár til styrktar landsliðsins. Hópur 34 körfuknattleiksmanna, landsliðsmenn, þjálfarar og forystumenn íslensks körfuknattleiks mynda saman hóp sem ætla sér að standa þétt við bakið á liðinum. Þeir leita nú til landsmanna allra eftir aðstoð en það kostar sitt að senda strákana okkar í svona keppni. Við hittum fyrir feðgana Gunnar Þorvarðarsson og Loga Gunnarsson sem saman eiga að baki 174 landsleiki fyrir Íslands hönd. Með þeim í för var Jón Eysteinsson sem á sínum tíma lék fyrsta landsleik Íslendinga árið 1959. Segðu mér nú aðeins, hvað körfubolta fjölskyldan? Já, það aðalega fólk sem hefur mikinn áhuga á körfubolta og náttúrulega allir þeir sem hafa stundaðan í gegnum tíðina og komið nálægt honum á einhvern hátt, bæði sem þjálfarar, dómarar og leikmenn og svo náttúrulega áhorfendurnir allir sem hafa fylgst með þessu undanfarið. Við erum að reyna að ná til þessara alls þessa fólks til þess að styrkja þetta góða landslið sem við eigum núna. Og þetta náttúrulega í fyrsta sinn sem við náum þeim árangri að komast í Evrópukeppni og úrslit. Og þessi strákar sem við sáum náttúrulega daginn, þeir vöktu svo mikla athygli hjá öllum og ekki síst svona gömlum jöxlum eins og mér sem nú búin að vera að fylgjast með körfubolta frá upphafi líka við. Nú við erum að vonast til þess að þetta verði stór hópur sem að styrkja okkur og það gengur mjög vel að safna þarna áheitum á liðið. Gunni, segðu mér, körfubolta fjölskyldan, þetta samheldin fjölskylda? Já, hún hefur nú verið það undanfarna áratugi en við erum að vonast til eins og Jón sagði að fá fleiri inn í þetta og vonandi stækkar hún bara og þessi árangur sem að strákarnir náði í þessar Evrópukeppni náttúrulega einstakur og ætti að vera lyftistöng fyrir okkur. Hvernig finnst þér þetta landslið sem við eigum núna, svona þú sem fyrrverandi landsliðsmaður? Já, körfuboltinn hann breytist náttúrulega alltaf og hraðin meiri, strákarnir æfa meira heldur við gerðum. Þannig að þetta mikið flottar og betra hjá þeim í dag heldur var hjá okkur. En hvað segir sá gamli sem spilaði okkar fyrsta landsleik árið 1959, þetta ekki talsvert breytt? Jú, þetta náttúrulega algjörlega á öndverðum miði. Þessir strákar sem við vorum að horfa á daginn, þeir eru snillingar upp til hópa að mínu mati og ættu að geta bara náð mjög langt og það náttúrulega okkar skylda að styrkja við bakið á þessum strákum og reyna að gera sem mest úr þessu sem að verður. Nú við erum eiginlega staðræðnir í því að safna svona saman bara góðum stuðningsmanna hópi sem að fylgi landsliðinu og jafnvel að við förum saman og ég held að það sé mjög mikill áhugi á því að fara bara hópferð og styrkja nú einu sinni verulega vel við landsliðið í körfunni. En Gunni, hvernig finnst þér eins og fjárhagslegt umhverfi í körfuboltanum? Það vel stutt við til dæmis fótboltan okkar, handboltan. Landsliðið í körfubolta var svona fellt niður eiginlega í nokkuð tíma fyrir skömmu. Þú ert væntanlega ekki sáttur við það sem aðdáandi körfubolta? Nei, það náttúrulega ekki og það, körfuboltasambandið, það fær ekkert frá alþjóða körfuboltasambandinu. Hinn alþjóðasamböndin eru að setja pening í þessar boltagreinar. Sérstaklega þegar þeir ná árangri að komast í úrslitakeppni og svoleiðis en því ekki að fara hjá okkur og
náttúrulega það er margbúið að ræða fjárveitingar ríkisins til íþrótta á Íslandi og það eru ekki upp á marga fiska, sko. Heldur að fólk sé almennt að átta sig á því hversu stór þessi árangur hjá körfuboltalandsliðinu? Veistu, ég held ekki. Það er náttúrulega fullt af fólki sem að átta sig á þessu, en ég held að almenningur almennt á Íslandi, það er ekki búið að kveikja þá á perunni hvað þetta er gríðarlega stórt skref að komast þetta, því að þetta eru, sko, körfubolti er ein af vinsælustu íþróttum í heimi og Evrópa er með nokkura bestu landsliðum heimsins segi, og að komast í hóp með þeim, þetta er alveg ótrúlegur árangur. Logi, sonur Gunnars, hefur verið lykilmaður í liðinu í 14 ár og leikið sem atvinnumaður víða Evrópu. Gunnar er að sjálfsögðu afar stoltur af stráknum. Við erum það fjölskyldan og hefum fylgst með hún náttúrulega síðan hann var smástrákur. Hann er alinn upp í þessu húsi, má segja. Hér er hann nánast búinn að vaka og sofa í áratugi og búinn að leggja alveg gríðarlega mikið á sig og var nú í atvinnumennskunni í 11 ár, víða Evrópu, og hann er náttúrulega bara að uppskera og við öll í körfuboltafjölskyldunum, við erum að uppskera gríðarlega uppskeru með þessum árangri hjá strákunum. Hvað segir Jón, heldur að þið eftir að fylgja liði og mæta hvar sem Evrópukeppni verður svo haldin með hópa stuðningsmönnum frá Íslandi? Já, ég vona að við stöndum við það. Það var nú yfirlýsing á fyrsta fundinum að við skildum fjölmenna. Nú meðal annars í þessum stuðnings yfirlýsingu við landsliðið þá verður happdrætti, þannig að það verður dregin út einn af þeim sem hefur stutt liðið og hann fær frítt á Evrópukeppnina og við vonum að það ýti eitthvað undir. Fólk hefur alltaf gaman að taka þátt í einhverjum happdrættum. Nú eins og Gunni sagði, þessi strákar eru náttúrulega bara, það er ekki hægt að lýsa því hvað var gaman að fylgjast með þeim núna í undankeppninni og Það var að segja kannski gamla körfuboltahjarta það við slegið ört. Ég ætlaði einmitt að fara að segja að það fór á hvínandi siglingu við þetta allt saman. Ja, Logi, nú er æsileg undankeppni að baki. Hvernig leggst þessi lokakeppni í því? Herðu, hún bara leggst rosalega vel í mig. Man bara hlakka til. Þetta er ár í þetta nú og maður þarf nú að bíða smá, en þetta er náttúrulega ótrúlegt og maður trúði varla ennþá að við sem komnir á lokamót með bestu liðunum í Evrópu og þetta var náttúrulega bara algjört ævintýri. Aðeins þessa leiki sem eru búin að vera í gangi hérna núna í haust hjá ykkur, hlýtur að vera svakaleg tilfinning að taka þátt í svona verkefni og þessum leikjum svona eins og margir hverjir hérna heimavelli, útivelli, svakalegi leikir. Já, þetta var rosalega gaman og maður er búinn að spila lengi náttúrulega og spila marga svona leiki og verið í svolítið harki í mörg ár. Við erum búin að lenda í erfiðum riðlum á móti stórum þjóðum og þetta voru náttúrulega stóra þjóðir sem voru að keppa við núna, en núna einhvern veginn small þetta hjá okkur eftir öll þessi ár og þetta er svakalega góð tilfinning að vita af því að við höfum náð þessum árangri samt á móti þessum góðu liðum sem voru með í riðli eins og Bretland og Bosníu og spila í Bosníu til dæmis fyrir framan tæplega 8.000 manns. Þetta er náttúrulega bara það sem íþróttamönnum dreymir að spila í svona stemmingu og eins og leikurinn heima líka. Að vera fyrir fram að fulla höll og komast áfram á Evrópumótið er náttúrulega bara ótrúlegt. Það er svona kannski kveikjan að þessu verkefni sem við erum að ræða núna, körfuboltafjölskylduna, það var gríðarlegur stuðningur hérna í síðasta leik. Já, og eins og ég segja að spila fyrir fram að fulla höll í fyrsta skipti á landsliðsferlinum var náttúrulega ótrúleg tilfinning og í fyrsta skipti í sögu körfuboltans sem við fengið fulla höll, ég held að sé alveg öruggt og svo myndast svona ákveðin meðbyr þegar svona gengur vel og maður finnur út í þjóðfélaginu að það er mikil áhugi fyrir okkur og körfuboltanum í heild og þetta skulle vera komið í gang. Þessi hópur er náttúrulega frábært og við þurfum stuðning alls staðar að, en það hefur verið vantað svolítið upp á styrkin fjárhagslega inn í körfuboltann. Hefur fólk komið svona að máli við þig bara á förnum vegi og eitthvað rætt þennan árangur? Já, mikið bara og maður sér það bara alls staðar
það sem að kemur sérstaklega fljótlega eftir leikina, þá var verið að óska mann til hamingju allsstaðar og maður fann hvað áhuginn var mikill bara og ég finna ennþá þó að svolítið langt síðan við spilum þessa leiki að körfuboltinn í mikilli upphefð. Nú loka keppni framundan, þú segir það tæpt ári í þetta. Hver svona þinn draumur að hvað gerist í keppninni? Vonandi að komi kannski sem flestir frá Íslandi og hver eru ykkar markmið í keppninni? Sko, varandi það, þá erum við svo sem ekki búin að setjast niður sem lið og ákveða eitthvað svoleiðis en það fer kannski svolítið mikið eftir hvaða lið verða með okkur í riðli og það auðvitað ákveðin stemming og von að fá eitthvað af þessum stóru þjóðum eins og Frakkland, Spán eða Þýskaland, eitthvað af þessum löndum og við höfum nú verið að spila á móti Serbíu sem voru núna í öðru sæti í heimsmeistarakeppninni og það eru fleiri góð lið, Slóvenía og Litáen. Það væri gaman að fá eitthvað svona risa en líka að fá lið sem við teljum okkur eiga möguleika á að vinna og þó að sé náttúrulega alltaf hægt að vinna alla þá veit maður að maður meiri séns í þessar þjóðir sem aðeins minni og við höfum reyndar eftir að ræða það bara þegar við sjáum með hvaða lið við lendum. Þú ert komið með 105 landsleiki og sér kannski fyrir endan á landsliðsferlinum, það ekki amalegt á ljúkonum á þennan hátt? Já, það náttúrulega, maður búinn að vera lengi í þessu núna 14 ár síðan ég byrjaði en ég svo sem á meðan ég heill heilsu og get spilað á þessum standard sem landsliðsstandardin og hefur spilað á móti þessum góðu þjóðum og þá verði ég áfram í þessu og ég veit ekkert hvenær maður hættir, maður finnur það sjálfur en það allavega ekkert strax og það náttúrulega frábært að fá þetta inn í ferilinn að fá að spila á stórmóti sem náttúrulega manni dreymdi aldrei í rauninni í byrjun þegar maður byrjaði og þetta var svo sem aldrei á planinu en alltaf svona draumur sem maður dreymir að spila móti þeim bestu. Þetta eru NBA leikmenn í öllum þessum liðum og margir að betri leikmenn NBA-deildarinnar í þessum liðum þannig að þetta ákveðin draumur sem maður hefur dreymt og náttúrulega núna að verða að veruleika. Það var kannski aldrei raunhæft eða þannig svona þegar þú varst bjakkur? Nei, þetta var ekkert í umræðinu og eðlilega þegar við vorum það langt frá þessu en svo þegar við erum lengi saman sem kjarni nokkri leikmenn sem er búin að vera saman í 12-14 ár og bætist svo inn frábær kjarni ungum leikmennum og góð blanda þá náttúrulega verður þetta veruleika og við erum búin að vinna hörðum höndum að þessu í mörg ár og svona en samt einhvern veginn hafði maður ekki von á þessu samt á mínu ferli. En þetta náttúrulega bara ótrúlegt að þetta skulle vera orðið að veruleika og maður fá að taka þátt í þessu og vera stór partur af svona góðu lið. Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto.